þegar maður svona sér eða hefur aðgang að upplýsingunum beint í gegnum einhvern kanal eins og það núna sko eitt samfélagsmiðl sem svona lítt ritskoðaður og það X.com, já, og sá sem að þar inni og sér sagt, hvað í gangi og fær fréttirna bara beint í æð hann sér það og átt að sjá því að hennir hefðbundnu fjölmiðlar, þessi gömlu fjölmiðlar bæði hér og erlendis að þeir eru alltaf með einhvern erindrekstur og hugmyndafræði, jafnvel, sko, bara pólitíska hugmyndafræði á bakvið fréttaflutning sinn. Og það verðst í því að bæði ritstjórn sko vali á fréttum og því hvernig sagt frá í fréttunum. Já. Og þetta náttúrulega hefur alltaf verið svona. Sko hefur komið í ljós að ríkisvaldi hefur alls konar ítök og beitt þessa miðla þrýstingi og og þeir hafa dansað með. Já, sem stendur þetta upp úr að keisarinn ekki neinum fötum sko. Og þessi fjölmiðlar eru bara búin að missa trúarleika sinn. Já. Þetta COVID-mál allt saman mjög sko magnað mál í bara mannkynssögunni held ég og það var algjörlega magnað að fylgjast með við sáum það auðvitað hér íslenskum fjölmiðlum hvernig þeir brugðust algjörlega og urðu bara gagnrýnislausar málpípur ráðandi afla þvert á sitt ætlaða hlutverk sko, fjórða valdi og allt það og og tóku þátt í einhvers konar crowd control má segja sko það sem var verið að svona sópa fólki inn í Laugardalshöll í sprauturnar og allt það sko og þar sko helgaði tilgangurinn meðalið og sannleikurinn var svona, hvað segja casualty, hlýðar skaði í því og svo sá maður náttúrulega, þú veist, ritskoðuna tilburuna í kringum þetta allt saman og hvernig frásagnir af aukaverkunum voru sko kæfðar niður og og bönnuð viðtöl við menn eins og Robert Malone sem einn af uppfinningamönnum mRNA tækninar sko. Og það var bara þetta var bara skrúað fyrir þetta á YouTube og fleiri svoleiðis menn sko sem svona vísindamenn sem höfðu alveg gott credibility þangað til að þeir voru bara slaufaðir í COVID. Já. Og svo náttúrulega fylgdist maður með því hvernig narratífi breyttist og fyrst átti þetta náttúrulega bara að stoppa sko veiruna algjörlega hjá þeim sem fekk sprautuna. Þessuna hljópinir í Laugardalshöll. Já, einmitt. Svo var það ekki sko, svo síðan átti þetta, þetta virkar ekki þannig en stoppar ekki faraldurinn en þetta minkar líkundur á að deyja þessu. Svo kom það í ljós að það var ekki sko, kemur á fyrir alvarleg veikindi, svo kom það í ljós að það var ekki. Þetta kannski bara vísbendingar í gagnstæða átt sko. Þannig að það stendur ekki steinn yfir stein í þessu og allar þessar miklu aðgerðir og takmarkanir á frelsi fólks með þessum gríðarlegu, ekki bara heilsufarslegu, má segja heilsufarslegu og líkamlegum og andlegum afleiðingum fyrir fólk. Þetta var alveg svakalegt. Gagnrýnileysi fjölmiðla gerði það að verkum að við vorum rosalega öll móttækileg fyrir því að nú yrði ríkið að bara slökka á öllum fyrirtækjunum og stoppa og ríkið þyrfti að fara hún í djúpu vasana og borga milljarða sko. Við vorum öll til í þetta. Já, ríkið að borga 500 milljarða sko og fólk áttar sig ekkert af því að það enda bara hjá því sjálfu á endanum og við erum að súpa segja af því í sko verðbólgunni og öllu því og og sér ekkert fyrir endan á því. Nei, sér ekkert fyrir endan á því og þar eru fórnarlömbin þau sem síst skildi, það fólk sem er með lægstu tekjurnar og stærstu hluti af ráðstöfunartekjunum fer í að kaupa nauðsynjar. Þannig að þetta lendir ekki á efri stéttunum, heldur fátækafólkinu. Þannig að
og þetta hefur bara riðlað öllu samfélaginu og við erum ekki búin að ná okkur af þessu ennþá og ég held að sé langt í það.